framlíking, eitthvað sem vanti vona á bara, jafnvel? Já. Fyrstu viðbrögð eftir þetta, komdu með það. Ég sé það á þér að því að finnst þið ykkur það að kasta þessu frá. Já, bara við spilum heimskelfum körfubolta. Við erum bara að gera bull helvítis mistök hérna og við erum að taka ákveðna hluti í burtu og svo erum við bara að skilja eftir skiptuna sem að við eigum að vera dekkað og við þurfum að vera miklu klókar og meira alert, við erum að sofna hérna. Auðvitað endar þetta svo, Telma er að fá þrista hérna í framlíkingunum og ég veit ekki hvort það skrifist á þreytu eða eitthvað svoleiðis. En svona sóknarlega, bara klikkuleg og heimskar ákvarðanir og bara eitthvað svona flýti ákvarðanir sem eru bara soft. Það er það sem kasta leiknum í venjulegum leiktíma. Þeir voru með þar, komin 10 stigum yfir og erum að gefa þrista sem við eigum ekki verið í boði. Þannig að við fannst við alveg vera með góða stjórn á leiknum, þangað til að við komumst þarna 10 stigum yfir og þá förum við að bulla og þá svolítið koma svona sóknir inn á milli svo sem við erum bara, það er eins og sem bara týndast og ekki að þora stóra sviðinu í látunum og einhvern veginn, eins og þú segir, köstum þessi frá. Ef þú mætti spóla tilbaka núna, bara strax eftir leik, hvað hefur gert öðru sín? Var 2 sénsa þarna í báðum framlíkingum? Já, ég held að ég tek á mig að setja boltan í hendurnar á Lotti í lok fyrstu framlengingar. En hún hefur verið þessi leikmaður fyrir okkur. En ég er að setja hann í erfiða stöðu, hún var þreytt og löppin hennar var aðeins að trufla hana. Og hún kemst alveg á staðinn sem við vildum að hann færi á. En bara, það vantaði haus upp á ákvörðunartökuna og það er líka bara þreytan. Þannig að ég hefði átt að setja upp eitthvað annað þar og ég þarf að læra því. En bara einhvern veginn, ég veit ekki, mér finnst þetta svona svona sein viðbrögð þegar við erum í okkar taktík að þá erum við að fara svolítið auðvelduleginn út sem er ekki í boði út af því að það er ekki maður til að taka við til að við erum fara einhverjar skiptingar og það er náttúrulega bara fókuslevelið sem að fara að vera í gangi. Við vorum að koma úr seríu þar sem við skiptum öllu og þegar við gerum það ekki allt í einu lengur þá þarf fókusin á gameplanni að vera nógu sterkur svo þú sért að taka rétt hlutin í burtu og það er það sem við lögum fyrir lengur. Takk fyrir þetta, Rúnar. Takk.